við hjá Olís höfum lengi sýnt ábyrgð gagnvart umhverfinu og höfum tekið þátt í ýmsum verkefnum þar að lútandi og eins og uppgræðslumálum með landgræðslunni. Nú við höfum verið að opna fjölda skóga með Skógræktarfélagi Íslands og svo höfum við verið að taka þátt í spennandi verkefni sem heitir Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs og það mjög spennandi verkefni. Nú, við höfum eins verið að sinna samfélagsverkefnum eins og til dæmis því að við höfum verið að safna hér kertaafgöngum og þeim höfum við svo aftur komið upp í Sólheima í Grímsnesi en það hefur skapað einhverjum 8 fötluðum einstaklingum vinnu við það að geta endur unnið úr þessum kertaafgöngum ný kerti. Svo höfum við lengi líka tekið á móti rafhlöðum til förgunar og erum með þar til gerða dalla undir það á stöðunum okkar og allir geta komið inn með rafhlöður og við förgum þeim endurgjaldslaust fyrir fólk. Við höfum verið að selja hér vörur sem umbúðalausar vörur eins og til dæmis rúðuvökva, smurolíur. Við höfum verið að taka við til dæmis rúðuþurrkublöðum sem við höfum þá aðskilið gúmi frá járni og komið til förgunar á réttan hátt. Nú, við höfum verið að bjóða núna upp á ársbollan okkar, svo kallaða, en það margnota kaffibolli sem sparar umhverfinu mikið og sá kostur líka varðandi hann að honum fylgir frí ábót allt árið kring. Við höfum verið að flytja inn og selja svansmerktar umhverfisvænar vörur og þeir sem nota slíka vörur sá hópur fer sífellt vaxandi. Óbílíkillinn hefur náttúrulega staðið okkar viðskiptavinum til boða í mörg ár. Nýjungin í honum svo að nú hægt að nota hann einnig inn á olíustöðvunum. Það hægt að nálgast óbílíkillinn á mjög einfaldan hátt. Það hægt að gera það inn á ob.is og síðan hægt að fara inn á allar þjónustustöðvar Olís allt land og sækja sér lykilinn. Og með lyklinum að þá hægt að spara. Og það það sem allir þurfa að gera í dag, það að spara. Nú, við munum klárlega halda áfram að stíga þessi grænu spor inn í framtíðina og vonumst til þess að við fáum tækifæri til þess að taka þátt í því ásamt okkar viðskiptavinum.